Og við höldum ótrauð áfram, en SOS barnaþorpin við þekkjum þau. Þetta eru stærstu einkareknu barnahjálparsamtök í heiminum sem sérhæfir sig í að útvega munaðarlausum og yfirgefnum börnum heimili, foreldra og systkini. Það eru 70 ár síðan að samtökin voru stofnuð og þau hafa starfað á Íslandi í 30 ár. 73.427 Íslendingar hafa stutt við börn sem hafa þurft nýtt heimili. Og þetta fer víða heiminn því að starfsemi samtakanna á Íslandi miðar að því að afla styrktar aðila, styrktar foreldra fyrir börn í yfir 100 löndum í Mið- og Suður-Ameríku, Afríku, Asíu og Austur-Evrópu. En við skulum kíkja aðeins á hvernig þessi samtök starfa, upphafið og heyra sögu líka frá styrktarforeldri. Þau eru sest hérna hjá mér, Ragnar Skram, framkvæmdastjóri SOS barnaþorpanna á Íslandi og Þurí Bára Birgisdóttir, styrktarforeldri sem að hitti barnið sitt, ef svo má segja. Velkomin. Takk. Takk fyrir. Til hamingju með þennan áfanga, 30 ár hér á Íslandi og þetta barst inn á heimilin margra. Byrjunin upphafið að þessum stórmerkilegu samtökum, hvert er upphafið? Upphafið er rauninni bara börn á götu sem að mistu foreldra sína í Austurríki eftir síðari heimsstyrjöldina. Og þar var bara ungur hugsjónamaður sem að læknanemi sem hafði reyndar verið kallaður í stríðið, að hann sá þessa eymd á götunni. Og það vildi nú bara þannig til, hann var svona mjög framtakssamur, mikill svona karakter þessi maður og óbóðslega duglegur og hann bara safnaði liði og fór að byggja hús og réð til sín konur sem voru tilbúnar, sem voru barnlausar og voru bara tilbúnar að búa til fjölskyldu með ókunnugum börnum. Svoleiðis byrjaði þetta og vatt svo bara upp á sig. Hvernig eru þessi þorp uppbyggð? Já, það er í rauninni óbóðslega mismunandi og það er líka að breytast. Þessi samtök þróast með öllu öðru í heiminum. Svona hefðbundið þorp er kannski 10-15 hús í þyrpingu og í hverju húsi er síðan ráðið foreldri, yfirleitt er þetta móðir, en það er líka aðeins að þróast og breytast, kallarnir eru að koma hérna inn líka og hún tekur svo að sér nokkur börn, kannski frá 4 allt upp í 8-10 í einhverjum menningarheimum og er þá bara móðir þessara barna og elur þau upp eftir sínum hugmyndum innan þess ramma sem við setjum. Þannig að þetta verða fjölskyldur og hún býr til matinn með þeirra hjálp kannski og hún setur reglurnar. Það er ekki yfirbóðari sem segir henni allt sem hún á að gera. Hún er að búa til fjölskyldu. Hún er að búa til fjölskyldu, en það er ákveðin lína, er það ekki samt í hjá SOS samtökunum svona kannski hvaða gildi eru viðhöfð og svo framvegis á öllum stöðunum? Jú, og þessar konur og þessir foreldrar, þeir þurfa að undirgangast menntun áður en þau fá að taka sér þetta hlutverk. Já, sem er fylgst þá með að... Já, og þessi menntun getur tekið 2 ár. Þannig að þetta er svolítið mikið nám að fara í gegnum og þú færð ekki að taka að þér 5 börn annara nema þú kunnir svolítið til verka. Já, því maður náttúrulega gegnum söguna og í fréttunum að þá heyrir maður náttúrulega hverslega hættur geta falist í því líka, að setja ekki hvaða einstaklingar sem er að sinna börnum. Akkurat. Vitum hvernig það er. En hvað eru þorpin mörg? Ertu með þá tölu í heiminum? Þau eru nálgast 600. 600? Já, allir sé ekki kringum 580 í dag. Og hvernig er þetta rekið? Þetta er ekki þannig að það eru þessir styrktarforeldrar sem Íslendingar þekkja mjög vel. Það eru svo margir Íslendingar. Það er svo gaman hvað Íslendingar hafa tekið þessu konsepti vel. Þeir greiða þá ákveðnu upphæð mánuði með einu ákveðnu barni og það fer svo í framfærslu þess barns innan þeirra fjölskyldu og ef við náum ekki að dekka allan kostnaðinn með framlögum styrktarforeldra þá nýtum við frjálsframlög til þess að brúa bilið. Og þannig hefur þetta tekist í þessi 70 ár. Já, akkurat. Þetta er svona frekar nett yfirbygging, er það ekki? Jú, auðvitað. Það er auðvitað lykillinn. Það er að reyna að hafa yfirbygginguna eins litla og mögulegt er. Á móti kemur hún þarf alltaf að vera einhver. Jú, sjálfsagt. Það eru persónuverndarlög og það eru barnaverndarlög og allt sem við þurfum að fara eftir og fylgja eftir og passa upp á að sé viðhöfð. Þannig að það þarf alltaf að hafa einhver yfirbyggingu og einhverja starfsemi í kring. En hún er, myndi ég segja, lágmarks. En þetta system er náttúrulega líka það
að styrktarforeldrið fær fréttir, að það fær myndir af barninu og má senda kannski jólagjafir og eitthvað svona, er það ekki? Já, það er þannig. Og það er auðvitað mjög margir sem hafa myndir af börnunum sínum upp á vegg heima á sér, á ískapnum eða inn í stofu og jafnvel safnist svo saman í möppur. Þannig að mjög margir taka þetta svona sem bara sitt hlutverk að styðja við eitt barn einhvers staðar út í heimi og jafnvel líta á það sem eitt af sínum, þó að auðvitað sé það kannski svolítið langt frá raunveruleikanum, en enga síður mjög margir sem líta á þetta barn sem svona pínulítið sitt barn. Já, einmitt að fá svo reglulega myndir að þú veist fylgjast með því og eins og dæmin sanna og við komum að hér betur eftir geta heimsótt. Já, akkurat, Þurí Bára, sko þú átt son. Já. Hvað var hann gamall þegar þú gerðist hans styrktarforeldri þarna út í Indlandi? Hann hefur verið svona 13-14 ára. Það er sem sagt 4-5 ár síðan að ég ákvað að gerast styrktarforeldri. Já. Og hafður einhverjum sérstakar óskir eða hvernig? Nei, ég veist að ég ákvað bara að láta þetta allt ráðast. Já, segðu bara veljið bara ekki barn og sendi mér. Já. Og ég fekk þennan strák sem var svona alkohólegur unglingur og það var bara fínt. Ég fekk reglulega myndir og svona og það var mjög skemmtilegt, sko. Já, og fréttir af honum. Og hversu gamall er hann orðinn það núna? Hann er orðinn 18 ára. Já. Og sem sagt við ákvaðum að þegar við fórum til Indlands og frænka mín að fara þarna í heimsókn líka. Já. Hittan. Já, reyna að koma þessu inn í plani hjá okkur. Já. En við þurftum reyndar að fljúga töluvert. Við fórum allavega frá Góa og yfir til Búts. En þaðan náttúrulega færðustu áfram síðan í Indlandi. Þegar þið færðu út, þetta í fyrra haust. Já. Og þið hugstuð bara, nú er tilvalið að hitta hann. Já. Hvernig gekk það fyrir sig? Hann þurfti að ferða svolítið líka til að hitta þig, eða ekki? Jú, ég vissi það nú ekki fyrir að við komum á staðinn, sko. Ég hafði samband við skrifstofu barnaþorpanna og þeir gáðu mér svona kontaktaðila. Og svo mætum við þarna og þá fyrst fáum við að sjá heimilið hans, þar sem hann var alinn upp. Og það var mjög skemmtilegt og hugulegt, hreint og fallegt. SOS-þorpið hans. Já. Og skemmtilegi krakkar. Og svo fórum við og hittum hann og þá sem sagt fréttum við það að hann er komin í verkfræðinám í Pune sem er nær Mumbai en Búts nokkuð tíman og hann þurfti að ferðast í sem sagt 24 tíma í lest til að koma og hitta mig. Já. Hvernig var að hitta hann? Það var mjög skrítin tilfinning. Ég vissi ekkert á hverju ég átti von og það sem kom mér svona mest á óvart hvað hann var rosalega þakklátur. Alveg ofsalega þakklátur fyrir stuðningin og svona spurði mig, ætlarðu að halda áfram að styðja mig og ég sagði, já, bara svo lengi sem þú þarft, sko. Já, það er marku upp að hvað, 21 árs? Já. Já, það er mjög persónubundið. Það er svolítið bara eins og við á Íslandi, skiljiði. Ég meina, það er mjög mismunandi hvenær börn fara heiman og það er þannig líka hjá okkur og við reynum að fylgja hann eins lengi og við getum. Já, en hann er að afla sér góðra menntunar. Já, hann er í verkfræðinámi. Já, og gengur vel. Ég heyri ekki hana, sko. Hann var allan mjög kátur með þetta allt saman og spenntur fyrir náminu. Já. Gátu þið spjalla almennilega saman? Er hann góður í ensku? Hann var alveg sæmilegur í ensku, já. Og það voru náttúrulega með honum þarna menn sem eru hans forráðamenn og svona sem og maður fann hvað það var vel haldið utan hann, sko. Að passa vel upp á hann. Já. Fannst þið gott að sjá þetta? Af því að það náttúrulega stundum læðast efasemdir að fólki að alltaf sé allt í lagi. Kannski er ég að fá bara einhverjar myndir og allir segja allt sé í góðu en býtu kannski. Já, auðvitað og þú veist, það er þannig umræða líka oft í þjóðfélaginu að þetta sé einhver svona svolítið skam og svoleiðis en það var engin tilfinning sem ég fekk þarna að það væri einhver svoleiðis í gangi því að hann var jú þarna. Og bara kátur, sko. Mér finnst þetta voða gaman þegar fólk spyr hvort þetta sé bara feik. Já. Vegna þess að mér finnst það sýna heilbrigða hugsun og svona bara að vera á varkár. Og ég fæ stundum símtöl þar sem að ég spurður fyrir ekki þetta barn sem ég er búin að vera að styrkja er það til. Já. Skilur. Fólk fer að hugsa alls konar hugsanir og það er bara eðlilegt og ég held að sé vissuleyti hollt og gott. En síðan
þeir sem fá tækifæri, þeir sjáu þetta að þetta eins ekta það getur verið og við erum ekki að fegra neitt eða fela neitt og sumir styrktarforeldrar fá frásagnir á börnunum sem gengur ekkit vel í skóla og eru bara óþekk og bara vandræða börn jafnvel. Þannig að það ekkit verið að búa til einhverja beauty myndi kringum þetta. Er algengt að fólk hitti styrktarbörnin sín eins og Þuríður Bára gerði? Svolítið sveiflur í. Það var mjög algengt hérna, ef maður segja, misserinn fyrir hrun, þegar fólk hafði kannski meiri efni og ferðaðist mjög mikið. Svo þetta verulega niður og svo hefur það verið svolítið að aukast aftur núna síðustu árum. Já, ég skil. Þegar fólk kannski að ferðast meira. Já, en við biðjum fólk að láta okkur vita áður en að heimsækja í barnaþorpinu, svo alltaf einn og einn sem bara bankar upp á. Já, það vel séð? Þess að við vitum að því. Hitt betra, en neini, við gerum sjálf sér ekki athugasemd við það. Það eina að ef maður bankar bara upp á án þess að gera boð undan sér, þá alveg líkur á því að barnið sé í skólanum eða í skólaferðalagi eða ekki endilega ástafunum. En það kannski ekki gott að vera að koma fólki óvart í svona tengslum. Nei, en ef fólk gerir það þá það líka bara alltaf. Ég er ekki að skammast við því. Nei, einmitt. En segðu mér, hvernig tilfelli eru þetta? Vegna þess að þetta er ekki endilega munaðarlaus börn. Nei, það allur gangur á því. Upphaflega var þetta hugsa þannig. Og svo þetta bara kemur í ljós að eins og við þekkjum bara hér á okkar fósturkerfi á Íslandi að börnin sem í því kerfi þau eiga langflest foreldrar á lífi. Og þó við séum ekki með mörg munaðarlaus börn á Íslandi, þá eru það einhver, en flest eiga foreldrar á lífi. Og ég er nú ekki kannski með hlutföllin í kollinum hjá okkur, en það er töluvert það að börn komi til okkar sem eiga foreldrar á lífi. Og það er þá einfaldlega bara vegna þess að foreldrarnir bara voru ekki hæfir. Já, get ekki séð hana. Já, það getur verið geðsjúkdómar, það getur verið áfengisneysla, ofbeldi, mikil fátækt og margt annað. Og það náttúrulega þarna, er það ekki í Suður-Ameríku og Mið-Ameríku kannski að mikið af foreldrum sem í fangelsi líka? Var nú að lesa sögur á vefnum ykkar? Já, jú, það er... Til dæmis það, sko? Jú, það er alveg rétt hér. Það er töluvert það. Perú til dæmis er dæmi slíkt land. Það sem við erum með mikið af börnum foreldra sem eru í fangelsi. Er takmarkið kannski í þeim tilfellum að barnið komist síðan aftur til síns upprunalega heimilis? Ef barn á foreldra á lífi, þá er það alltaf takmarkið. Já, alltaf. Vegna þess að þó að við höfum mikla trú á okkar starfsemi, þá lítum við ekki á okkur sem betri kost en foreldra. Nei. Foreldri er alltaf besti kosturinn. Og ef að foreldri þarf þá einhvern stuðning til að geta tekið barnið aftur og sinnt foreldrahlutverkinu vel, þá veitum við frekar þann stuðning. Ég las einmitt eina sögu af þessu, þetta eru feðgar og hann var einn með strákinn og það gekk ekki illa, hann beitti hann ofbeldi og svoleiðis, en þeir eru svona eiginlega alveg sameinaðir aftur, en eru einmitt að fá svona sálfræðimeðferð og þannig að það gengur líka út á það, þetta starf. Já, það var í rauninni svona undir lok síðasta áratugar, síðust aldar, svona 95 eitthvað svoleiðis, þá fórum við út í bara nýja starfsemi. Fórum út fyrir barnaþorpið. Fórum að hjálpa fjölskyldum sem að bjuggu í nálægð við barnaþorpin. Einfaldlega vegna þess að þar var svo mikið af börnum sem áttu það á hættu að missa forræði foreldra sína. Og við vildum hjálpa þeim svo þau þyrfti ekki að koma í barnaþorpið. Já, þannig að þið útvikkuð það starfsemin hefur útvikkuð. Þannig að í dag er sú starfsemi orðið miklu stærri. Við erum með 500.000 börn í slíkum verkefnum þar sem við erum að hjálpa þeim á eigin heimilum. En við erum með 80.000 inn í þorpunum. Þannig að þetta helst í hendur. Það er að kíkja takkbæklingin sem kom inn lúuna og það eru mjög athyglisverðar tölur náttúrulega hvað við erum búin að styrkja til dæmis hér á Íslandi og 75% íslenskra styrktarforeldra eru konur. Kannski spyrja þig, hvers vegna ákvaðstu að gera styrktarforeldri? Mér langaði bara að gera eitthvað gott. Það er bara svo einfalt og það er gaman að segja frá því að frænka mín, hún kom með mér þarna í þorpið og bara þegar hún kom heim á hótel aftur, þá skráði hún sig sem styrktarforeldri. Hvað ertu að borga mánuðið? 3.900. Og það er fyrir bara uppihald og menntun og það er svo mikið sem þetta fá fyrir hennar pening til dæmis á Indlandi, er það ekki? Jú, en þetta framlag þetta fer upp í heildarkostnaðinn. Heildarkostnaðurinn við framfærslu eins barns er hærri. Hann er hærri, já. Já, þetta er ekki nema cirka $1 á dag
sem myndi flokkast sem sárafátækt með við öll viðmið Sameinuðu þjóðanna. Þannig að þessi upphæð dugar ekki til að mæta öllum þörfunum, en hún fer upp í það og í rauninni margt smátt gerir eitt stórt í þessu samhengi eins og svo mörgu öðru. 433 SOS barnaþorp í 108 löndum eru styrkt af Íslendingum. Við höfum tekið þessu greinilega mjög vel, en þið nefnir líka 90% framlögunum séu frá einstaklingum. Eru fyrirtæki að styrkja líka barn? Já. Ekki mörg fyrirtæki sem eru með barn, svo ég viti til. Þau geta sjálfsögðu skráð sig sem styrktarforeldra og ég veit alveg fyrirtæki sem eru með kannski nokkuð börn og eru með þau upp á töflu í kaffistofunni, þannig að starfsfólki veit af þessu og fylgist með. En einstaklingar hafa verið svona miklu stærri stuðningshópur hjá okkur. Þetta svolítið persónulegt, það það ekki? Allavega þegar maður fer í heimsókn, já, þá verður það mjög persónulegt, það ekki hægt að neita því. Já. Að hittan, hversu miklu breytti það? Það var bara gott svona líka fyrir mig, fyrir mitt sálatetur. Þú veist, það svo gaman að vera hluti að einhverju, að því að hann á svo góðri leið. Og maður hefur fengið að taka pínlítið þátt í þessari leið og að því. Og það gefur manni ósælega mikið. Það svona mótefni gegn þessu vonleysi sem maður finnur þegar maður veit af hörmungum heimsins. Já, eiginlega má segja það. Já, maður reitt lítið kodnum, maður getur samt gert eitthvað. Já, algjörlega. Og svona heimsóknir eins og þú fórst í, þær eru líka svo mikilvæg fyrir okkur vegna þess að sko betur sjá auga en auga. Og að fá styrktarforeldri frá Íslandi heimsækja þorp sér kannski eitthvað sem viðkomandi vil gera athugasemdir eða vil spyrja út í. Þá það líka svona aðhald fyrir okkur. Það lítur að vera. Að fá tilbaka, heyrðu, ég sá þetta svolítið skrítið, af hverju þetta svona? Og þá getum við annarkvort svaraði eða krafist skýringa utan. Og þetta hjálpar okkur bara að halda öllu eins og það á að vera. Já, einmitt. Hörðu, þetta 30 ára á Íslandi og 70 ár í heiminum, SOS barnaþorpin. Ragnar Skram framkvæmdastjóri SOS þorpanna og Þuríður Bára Birgisdóttir styrktarforeldri sem hitti barnið sitt í Indlandi. Takk kærlega fyrir komuna.